Komið heil og sæl og verið velkomin í föstudagsþáttinn sem við tökum að þessu sinni upp hérna í Pakkhúsinu í innbænum á Akureyri. Við ætlum að venja að spjalla ýmislegt skemmtilegt. Ég ætla til dæmis að tala eina skemmtilegustu ráðstefnu sem ég hef bara heyrt eina verðugustu málefnum líðandi stundar. En það er ráðstefna ömmur, hvorki meira en minna. Ég ætla líka að fræðast raunfærni mat fyrir sjómenn. Það er að segja valmöguleikann á því að fá metna þá hæfileika sem eru til staðar til í rauninni eininga. Við ætlum líka að ræða aðeins fréttir vikunar. Svo ætlum við að fjalla aðeins Norðurlandið sem að vera ansi heitt þessar mundir og margir ferðamenn sem eru til dæmis að sækjast í að baða sig við Holuhraun. En það er í gangi akkurat núna hreyfivika MFÍ. Við ætlum aðeins að fræðast hana því það eru ansi margir í rauninni sjokkerandi, bara fréttapunktar í því hvers vegna hreyfing og hvers vegna hreyfing þarf að vera til staðar og hvernig staðan er. Byrjum kannski aðeins að tala þessa skýrslu sem vorum að ræða hérna áðan, sem það er í rauninni evrópsk skýrsla hreyfingu. Já, það er, hann heitir Mogens Kirkeby sem er forseti ISKA, samtakana sem við erum aðilar að, og hann vitnar í skýrslu sem hann gerði í samstarfi við Alþjóða heilbrigðismálastofnunina varðandi það að hreyfingarleysi í Evrópu er bara stór vá. Það er bara mjög mikil hreyfingarleysi meðal Evrópubúa. Það eru 4 af hverjum 5 ungmennum í Evrópu sem hreyfa sig ekki nægilega og það er aðeins einungis 1 af hverjum 4 fullorðnum einstaklingum sem ná ráðlegan dagskammta hreyfingu. En þegar við tölum nægilega hreyfingu, hvað er nægjanleg hreyfing? Embætti landlæknis mælir með að það sé fyrir fullorðna einstaklinga 30 mínútur á dag og það er svona gegnum gangandi í Evrópu 30 mínútur á dag, 60 mínútur á dag fyrir börn, en allt umfram það er í plús. 30 mínútur á dag getum við brotið niður í 3 10 mínútna lotur yfir daginn. En við þurfum að fá ákveðin hjartaafköst líka til þess að hjartadælan endurnýja sig. Ég líki þessu stundum við eins og við tölum snjallsímatækið okkar. Við förum að sofa á kvöldin og síðast sem við gerum er að við setjum tækið í hleðslu til þess að það hafi nægilega orku daginn eftir. Við erum að uppdata appinn og við erum að hafa hann sem bestan. En hvernig er það síðan, hvernig göngum við musterið okkar? Við þurfum 30 mínútur á dag, umfram það er betra til þess að fá hjarta til þess að pumpa duglega. Þannig þetta snýst ekki það að við eigum öll að vera afreksmenn í íþróttum? Alls ekki og þetta snýst það hjá okkur að hver er þín uppáhaldshreyfing? Hvað er það sem þú hefur gaman af því að ef þú hefur ekki gaman eins og að gera, þá ferðu ekki að gera það aftur. Þannig að finna hreyfingu sem hendar hverjum einum, hvað sem hendar mér og það sem hendar þér er best fyrir þig. En það hljómar kannski eins og fáránlegasta spurningin heimi, en fyrst að það eru svona í rauninni fáir sem eru að ná þessum ráðlega dagskammti af hreyfingu, bara eins og vítamínum. Við finnum nú fyrir því hvað gerist við okkur ef við upplifum járnskort eða D-vítamínskort. En hvers vegna er hreyfingin svona mikilvæg? Hreyfingin hún er mikilvæg fyrir alla heilsuna. Heilsan okkar er líkamlega, andleg og félagsleg. Heilsan okkar er náttúrulega dýrmætasta sem við eigum og það náttúrulega hefur bara áhrif á alla líkamann heilstætt. Liðin okkar, vöðvana, stoðkerfið, hvernig lífsgæði við njótum bara frá morgni til kvölds. Þegar við vöknum á morgnana hvort við höfum orku í daginn og tala um það sem líka þessi snýst þessu líkamlega, andlega og félagslega. Það er sýnt svo sanna núna, það er opin umræða geðrækt á Íslandi að hreyfing er ofboðslega góð forvörn fyrir andlegri heilsu. Við erum svolítið ofta, allavega hef ég hugsað það, við erum ofta að leita einhverjum töfralausnum og töfrakúrnum og töfraleið til að ná árangri á yngri stundu. En svo virðist við stundu bara að gleyma einmitt þessum basic hlutum að til þess að öðlast sem best lífsgæði þá þarf kannski bara að hreyfa sig, sofa reglulega og passa mataræði. Þetta er nú ekki alltaf miklu flóknari töframeðul heldur en það til að byggja. En hvers vegna allir þetta sé okkur svona Akkur viljum við freka fara á engiferkúrin eða þú veist? Ég held að við stjórnum of mikið að markaðsöflunum. Það er bara þannig. Við erum ekki að horfa á kannski grunninn og það sem skiptir máli. Manneldismarkmið er ekki að ástæðulausu. Við þurfum að fá öll næringarefni yfir daginn. Við þurfum að hreyfa okkur til þess að fyrir líkamann okkar og það kemur bara almennar ráðleggingar. En eins og segir, ég held að þetta sé oft líka þannig að markaðsafli ræður svo miklu að það er einhvers sem segir að þú þurfir að fá x uppsýlan. Þú þurfir að fara á eitthvað kúr til þess að upplifa einhver lífskeið út úr því. En þá hlýtur einhvern veginn ímynda maður sér að þegar það eru markaðsaflin sem eru hérna megin, þá er náttúrulega ríki hinum megin sem að hefur ýmistæki. Það er menntakerfið okkar og það er heilbrigðiskerfið okkar og svo framvegis. Hvað með Nú verið að skoða til dæmis nýja aðalnámskrá og verið að tala að fækka til dæmis íþróttatímum í menntaskólum.
þetta ekki, maður ímyndar sér einhvern veginn að ef að staðan svona alvarleg og það geta haft einfallega ef við viljum bara skoða Excel-skjali þá hefur þetta náttúrulega bara fjárhagslegar afleiðingar ef þetta bitnar á heilsu og svo framvegis. Af hverju? Þetta gríðarlega alvarlegt. Þetta mjög alvarlegt af því að í þessari skýrslu til dæmis kemur fram að það 80 billjónir evra sem beinn kostnaður í heilbrigðiskerfið út af hreyfingarleysi. Það stærri kostnaður heldur en til dæmis bara það sem fer í krabbameinslyf í Evrópu. Og þessi snýst að við erum náttúrulega að vinna heilsueflandi leik-, grunn- og framhaldsskóla. Við erum að vinna heilsueflandi samfélag líka og að sama tíma skuli kannski verið að skera niður íþróttir eða hreyfingu inn í skólakerfinu grafalvarlegt mál. Það sem að við erum með að móta einstaklingi til framtíðar, við erum að kenna þeim ákveðna hefðir eða gildi fyrir kannski heilsun okkar að þessi hreyfing daglega. Þannig að ef við bara höldum okkur peningana þá þetta bara augljós ávinningur að setja peningana frekar í öllum vígstöðum, alltaf þessi snýst að hvort að líkamlega, andlega eða félagslega heilsa einstaklingsins. Ég veit til dæmis hérna á heilsugæslustöðinni á Akureyri hafa verið og fleiri stöðum á Íslandi verið að veita svona hreyfimiða, læknar hafa hreinlega gefið fólki ávísað hreyfikortum frekar en lyfjum sem að mér finnst dálítið smart. Hreyfiseðla. Já. Þið ert með til dæmis hérna. Við gerðum hérna, það var gert svona kynningarefni fyrir hreyfivikuna í Evrópu sem að við höfum ekki verið að nota þetta núna á Íslandi en ég hef svona þegar ég var að halda fyrirlestra hreyfivikuna að þetta svona movement pills. Að það sem ég get gefið það að ég get gefið hérna hreyfitöflu af því að besta meðalið fyrir öllum lífsstílsjúkdóma með hreyfing. En það virðist náttúrulega ekki eftir ná í gegn, en læknarnir núna að vinna markvisst að því að gefa fólki hreyfiseðla í staðinn fyrir lyf. Og með tímanu þá kannski getur fólk losnað við einhver lyf sem það hefur verið á í langan tíma. Og þá kemur þetta í hring og ég var að tala við það maður fer eins og núna þá bara persónulega ég í sjúkraþjálfun sem rándýrt fyrirbæri sem maður þarf samt á að halda til þess að geta þá hreyft sig og haldið síðan heilbrigði en ég efast að séu margir sem ráða við tugir og jafnvel 100.000 yfir skamman tíma til dæmis þar sem endar í þarf ekki ef að markaðsöflin eins og þú segir ef að það þannig að markaðsöflin kannski ekki að stýra þessu í þann farveg sem væri hagkvæmast fyrir heildakerfið þarf að þínu mati bara ríkið að koma með og sveitarfélög með sterkari og ákafari hætti inn í þessi mál. Og þau að því sem betur fer, þau að byrja. Ég hef það á tilfinningu núna að þau séu í starthólunum. Að það þetta heilsueflandi samfélag og við finnum mikinn meðbyr núna í hreyfivikunni að sveitarfélögin á landinu að taka sig saman og skapa svolítið umgjörð í kringum þetta verkefni. Þið sjá líka ávinning á því að það eins og ég segi, það er tækifæri í því að koma þessu inn meira í samfélagi þannig að fólk að hreyfa sig yfir allan daginn en ekki kannski eins og þessa ákveðnu viku núna og kynna það góða starf sem í boði því það fullt af fólki kannski í samfélaginu okkar sem að vita ekki hvað í boði eða hvert getur að leita til þess að taka þátt í einhverjum félagslegum athöfnum tengdum hreyfingu. En svo maður sé nú ekki bara benda fingrum að ríkið eigi að redda þessu eða sveitarfélögin eigi að redda þessu, þetta er kannski mikilvægast að öllu og allir horfi í spegil og foreldrar sjálfur séu góði fyrirmyndir og standi sig stykkin í uppeldinu hvað varðar hreyfingu. Algjörlega, þetta stendur alltaf fellum okkur sjálfum, það er bara þannig. En stundu þar kannski svona pínu vítamín og koma einhverju fólki af stað. Þannig er það og það er líka gagnvart þessari hreyfingu sem í daglegu lífi, hún kostar ekki neitt, það kostar ekki að fara út í göngutúr, en kannski erfiðast að fara af stað og við viljum koma þeim skilaboði líka, byrjið smátt, því það er alltaf auðveldara að bæta við, erfiðast að skrifa að fara af stað. Eitthvað smátt og eitthvað skemmtilegt. Já, eitthvað skemmtilegt. Það skiptir öllum máli. Það gerur ekkert í þessu. En þú fórst í sundi í morgun? Ég fór að sundi í sundlaugin hérna á Akureyri og það voru bara troðfulla brautir af fólki. Talaði við starfsfólk af því að það er hérna sundkeppni sveitarfélaganna í gangi og ég heyrði að því að fólk væri að bæta við sig metrum til þess að halda sig nú á toppnum í keppninni. Svo fór ég út á brautir og synda og ég heyrði þarna í spjalla, það voru menn að tala saman og svo nú verðum við að leggja inn í heilsubankan og bæta við 4 ferðum í dag þess fyrir samfélag okkar í keppninni. Það er virkilega gaman að vera að vitna að þessu svona beint í æð. Nákvæmlega. Að lokum, þeir sem ég vil kannski bara benda pínulítið hérna að þau voru með þessa bók. Þú hérna og að því við vorum að tala börnin, þú gerðir þessa bók eða samt skrifaðir þessa bók, handbók örvun hreyfifærni barna út í nánustu umhverfi. Allt að plugga svona að benda fólki á þegar manni vantar efni eða hugmyndir kannski.
Ég er svo lánsum að ég hef svo góða yfirmenn hjá mér UMFÍ, þannig ég tengi þetta saman líka. Að þetta snýst aðeins það líka bara að kenna fólki að nýta nánustu umhverfi til hreyfingar, að hvetja börnin sín áfram. Við erum allt of oft að stoppa börnin af. Þegar þau eru sjálfsprottnum þörf þeirra fyrir hreyfingu, að þá kalla foreldrarnir ekki hlaupa svona hratt, ekki klifra þarna upp á, þú gæti dottu, þú gæti meitti. Ég veit ekki neitt sem hefur ekki fengið plástur. Og það ákveðin þroski líka í því að fá plástur og fá að halda áfram að hreyfa sig. Þannig ég hvet alla foreldra til þess að nýta þessi sjálfsprottnu þörf barnanna og vera þeim góð fyrirmynd. Taka þátt í viðburðum sem í boði tengdri hreyfingu, af því að rannsóknir sýna þá sanna ef að barn virkt í hreyfingu þegar það barn, unglingur og hefur fyrirmyndir foreldrum, að það heldur það áfram að lifa þeim lífstíl fram til æviloka. Að ég er búin að segja að lokum svo óbærslega ofta ætla ég að gera það einu sinni enn. Þú sagði mig frá því að 83 ára, í hvernig var þetta? Nýleg rannsókn Janusar Guðlaugssonar, doktorsverkefni hans, sýndi að 81 ára eldri borgar á Íslandi hreyfir sig meira en 17 ára ungmenni, sem grafalvarlegt mál. Takk fyrir, já. Ekki alvarlegt mál fyrir þann fullorðna, en fyrir ungmennin. Nákvæmlega. Takk fyrir komuna kærlega. Takk fyrir. Og ég hvet ykkur endilega til þess að kynna ykkur bara frekari upplýsingar hreyfiviku og hreyfingu og giska á það sem ýmislegt að finna á heimasíðu UMFÍ. En við höldum áfram eftir augnablik í föstudagsþættinum.